Við erum hérna á 9. degi í Podgorica. Við erum með Fjölnisbræðurna í viðtali. Við spilum móti Úkraínu í gær. Hvernig var svona stemningi fyrir leik? Hún var góð og já. Það er svona, en hvað gerist síðan eftir, 20 sekúndur? Það var bara, fyrir við aftur að hitta upp. Það var ljósið slöknu og það var eitthvað lengi að kveikja á þeim. Eitthvað meira vesen heldur en á Íslandi. Já, það er ekki on og off staggi sko. Nei. En ef við förum aðeins út í leikin, hvernig fannst ykkur leikurinn spilast? Og mjög rólegur leikur með hvernig hinn leikinn búinn að vera. Þetta var svona frekar flatt Mjög góð. og þú veist það var svona fullt af svona einbeitingarleysis ákvörðunum. En svona, af hverju vinnum við leikinn? Betra lið. Betra lið? Við tókum bestu mennina út í leiknum. Ok. Og hinnir náðu ekki að stíga nógu vel við hjá þeim. Ok, frábært. Eftir leikinn í gær þá voru búið með riðlakeppnina. Endum í 3. sæti. Er það eitthvað sem við getum sætt okkur við? Það er bara, markmiðið var 4. sæti. En við náðum í 3. og bara töfum móti heimönnum og dönum. Markmiðið var svona 3. 4. og bónus að fara fyrst að náði ekki. Og auðvitað ætluðum við að vinna alla leiki og ætlum að taka topp 2. En það gerist á móti, var ekki Svartsengi. Það sem að Sófus tekur skot og lætur sig bara floppa í gólfið. Sviss. Af hverju er Sófus svona óheiður? Pappa slítur að kjænta núna sko. Ég er bara, nei, ég segi svona. En nú leikur á móti Bretlandi 9. til 16. sætið. Hvaða sæti ætlum við að lenda í? 9. Klóla. Er það ekki bara ákveðið núna? Jú. Þökkum Ólafi og Sófus kærlega fyrir spilið.